Ísland átti á hættu fyrir leikinn í kvöld að falla í B-deild en til þess að forðast það þurfti Ísland að sækja stig gegn Frökkum, helst vinna, eða vonast eftir því að Noregur ynni Sviss. Frakkar voru þegar búnir að vinna riðilinn og hvíldu lykilkonur í kvöld en mættu engan síður með sterkt lið. Cecilia Rán Rúnarsdóttir varði meistaralegu marki Íslands frá Frökkum strax á 13. mínútu en á þeirri 21. átti Hlín Eiríksdóttir besta færi Íslands í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora. Stundar fjórðungi síðar átti Ísland reyndar ekki síðara færi þegar Karolína Lea Vilhjálmsdóttir tók aukaspyrnu og minnstu munaði svo að Glódís Perla Viggósdóttir næði að fylgja eftir vörðu skotinu og í markið en Glódís skaut hins vegar framhjá. Markalaust var að loknum fyrri hálfleik en þegar 17 mínútur lifðu leiks náðu Frakkar fínnisókn sem lauk með því að Sandy Baltimore mokaði boltanum yfir marklínuna. Leikmenn Íslands mótmæltu markinu og vildu meina að dæma ætti rangstöðu en var þó ekki að ósk sinni og markið stóð og Frakkar því yfir 1-0. Í stað þess að íslenska liðið næði að svara hratt og örugglega náðu Frakkar enn betri völdum og spiluðu sig full auðveldlega í gegnum vörn Íslands 5 mínútur fyrir leikslok þar sem Grace Guéjaro skoraði og jók forskot franska liðsins í 2-0. Það urðu úrslitin en þrátt fyrir tapið Ísland ekki fallið úr A-deildinni því Noregur vann Sviss á sama tíma 1-0. Ísland endar því í 3. sæti riðilsins og þarf að fara í umspilum að halda sæti sín í A-deildinni. Að vera þar áfram eykur líkurnar á því að komast á næsta heimsmeistaramót til muna.